Rís á fætur og lofa Guð saman. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Sing it tillsammans. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my way. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Sing it with us, amen. No longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and daughters. Come on, let us sing our freedom. Oh, oh, you split the sea so I could walk right through it. My fears drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say I am a child of God. Skulle syngja saman núna. I'm no longer a slave to fear. Synge med det som jeg mener. I'm no longer a slave to fear. I'm no longer a slave.
gott kvöldið og velkomin á síðustu United samkomu ársins. Það svo margt sem maður fer í gegnum hugan svona þegar árið að ljúka, ekki satt. Maður hugsa tilbaka, sumir segja Guð sé lof að þetta ár búið og kemur aldrei aftur. Aðrir segja takk fyrir allt þessu góða sem þú hefur gert Guð í lífi mínu. Allir vinirnir sem ég hef eignast, trúna sem maður hefur stækkað, vonina sem maður hefur stækkað í lífi mínu. Og hver sem ástæðin fyrir, þá hefur ástæðu til að þakka Guði fyrir þann stað sem þú ert í dag og það sem framundan. Það þessi von sem þú átt framundan og þú ert á hárréttum stað í kvöld. Við fáum alltaf eitthvað inn í líf okkar. Orð, hvatningu, leiðréttingu þegar Baldur talar og svo bætist þráin við. Þannig bara spenni belti eða ekki, sleppiði tökunum og leyfið Guð að tala inn í líf ykkar í kvöld. Og vænti þess að þið fáið svona uppörvun og líka hugrekki til að skilja eftir eitthvað á þessu ári, skiljið eftir sem þið ætlið ekki að eiga við þegar þið gangið inn í nýtt ár. Og takið á móti voninni, hugrekkinu og orðinu sem Guð vill tala inn í lífið þitt í kvöld fyrir nýtt ár 2025. Þannig að við erum á hárréttum stað í kvöld. Það ástæða fyrir þú ert hérna í kvöld. Og taktu á mótið í trú. Takk Jesús. Drottinn Guð, þakka þér fyrir að við fáum að leggja alla okkar byrðir á þig í kvöld, Drottinn. Við fáum að leggja hugarví okkar, við þurfum að kvíða eða líka spurningar, af hverju var þetta eða hitt að gerast? Og hvað öll efin okkar, við fáum að leggja öll á þitt altari hérna í kvöld, Drottinn. Og ég þakka Drottinn fyrir það von og það trú sem við bara eigum í þér. Og ég þakka Jesús, þú sem varst og ert og verður. Og ég þakka Drottinn fyrir það sem var, þú ert búin að gera í lífinu, það sem þú ert að gera og það sem þú munt gera í lífi okkar í kvöld og inn í næsta ár. Ég þakka þér fyrir líka Drottinn þeir sem áttu ekki svo góð jól, að við fáum líka að leggja þau augnablik á þitt altari og biðja Drottinn að gefa okkur visku og þolinmæði og kærleika og náð til að svona bara taka næsta skref og halda áfram með þér, Drottinn. Takk Jesús. Þú ert vonin okkar, þú ert trúin, þú ert unnustu okkar og frelsari. Og við leggjum þetta kvöld í þínar hendur og ég bara bið líka fyrir þeim bænarefnum sem við fengið í kvöld, fjölskyldur sem hafa verið að takast á og líka ástvinur okkar sem hafa fallið jólin og í áfengisbölið og fíknina, Drottinn. Og við leggjum þessi bænarefni í þínar hendur, Drottinn. Gefðu okkur visku til að tala þegar við að tala og þegja þegar við að þegja. Og ég bið Drottinn að gefa okkur visku líka til að vitna þig. Hugrekki til að benda á Jesús lausnin og vonin okkar og von ástvin okkar í Jesú nafni. Amen. There's power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus.
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, sufficient sacrifice, so freely given, such a price point. Our redemption's heaven's gates swing wide. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. Break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Sing it, man. Come on, sing it. Someone, it's not together. To break every chain. One more song, up the band. To break every chain, 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 to break every chain.
been held in your hand from the moment that I wake up till I lay my head. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Life laid down, surrender now. Give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing him a dance tonight, all my life.
the goodness of God. Amen. Veröldin öll negir sig, sér hver sál, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofaði Drottinn dýrðar til mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar til mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Heiðri þig, veröldin öll negir sig, sér hver sál, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofaði nú í sannleika. Ég tilbið þig, Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Syng þér lof, halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú Drottinn minn. Syng halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú Drottinn minn. Syng halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna vil, halleluja.
vera mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Ó, ég vil vera nærri Amen, yndislegt að loka með ykkur í kvöld og ég elska að syngja lög þar sem ég get svona verið að monta mig svona svolítið að pappa mínum á himnum. Einhver sem átti glataðan pappa aðra en ég. Þegar maður á svona glataðan pappa þá kannski átti maður ekki til að monta sig af og það er svo geggjað að eignast Guð föður sem að maður getur montað sig af. Mér langar sér að spila fyrir ykkur lag, að syngja með ykkur lag sem heitir None Like You og þetta er lofgjör og söngur Guð. Og mér langar til þess að við rísum á fætur, komum það fram og við bara syngjum þetta eins og svona munið, þú veist, þegar litlu, krakkarnir voru að segja pabbi minn er miklu sterkari en pabbi þinn. Þú veist, veru svolítið montin af Jesú, veru svolítið montin af föður okkur á himnum og þegar við syngjum þetta út, að bara syngjum þetta frá hjartanu því að hann er almáttugur, hann er algóður og það er ekkert svo slæmt að hann breyti ekki í gott. Hann er öll spilin á hans hendur í tromp og hann vinnur allar hendur og leifur honum að klára. Það er svo oft sem við gefumst upp áður og við leifum honum að klára. You shatter rocks with a whisper. You hang the stars with your hand. Your word is infinite wisdom. Your ways are higher than man's. Seasons obey your command. The thunder puts armies to flight. No one can fathom your power. Is a wellspring of life. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. There's no other name. You rule the nation with justice, with mercy you pull back the night. Blameless you bore our transgressions, sin that we should not die. Darkness can hinder God. You triumphed over the grave. Your throne established forever.
name above all other names. Jesus, Jesus, the name above all other Prófið bara að loka augunum og sjáuð Jesú, frelsarann, fyrir ykkur. Þessi sem leysti þig, þessi sem gaf þér nýtt líf. Og syngjum Jesus, no other name can restore. No other name can heal my heart. No other name but yours. No other name can change. No other name can restore. No other name can heal my heart. No other name but Jesus, ekkert er sem nafnið þitt, Jesus. Hvernig mun beygja sig fyrir þér, Jesus? Faðir minn, við gefum okkur þér algjörlega vald í kvöld. Við þakka þér, elsku Jesus. Þú komst hérna heim, slagður í jötu. Og þú sigraðir heiminn til þess að við gætum átt skjól í þér. Og við lofum þér fyrir það í dag, Jesus. Þú gekkst hérna jörðina í. Gerði kraftaverk í 3 ár og við erum ennþá að tala um það. Þú dóst, þú reist upp aftur.
gekkst á meðal lærisveinana og eftir þú varst upprisinn svo sagður við að það væri betra að þú myndir fara því að heilagur andi myndi koma og heilagur andi við gefum þér leyfi í kvöld til þess að snerta við hjörtum okkar til að fara djúft inn í hjarta okkar og spegla eitthvað nýttar drottin sem að vill leysa okkur undan í kvöld drottin elsku Jesús langar til þess að taka eitt lag að lokum sem að mér langar svo til þess að við bara komum fram og lofum Guð saman bara komum í einingu hérna fram veit að það sem óvinnurinn hata mest eining ég er með kenningu að þess vegna er alltaf að særa fólk af því þegar við erum særð þá þurfum við ekki að hleypa ykkur að okkur hver hefur verið særður og er að treysta veistu að Guð vill leysa ykkur undan þessu svo komið það fram bara höldust í hendur og syngjum síðasta lagið saman ekki vera hrædd komið bara fram og höldust í hendur það er ekkert COVID hérna allavega er orðið mjög bitlaust ekki vera hrædd í einingu in the glory of your presence I find rest my soul in the depths of your love I find peace makes me whole I love your presence I love your presence I love my love I love you Jesus I love your presence glory of your presence I find rest for my soul in the depths of your love I find peace makes me whole
love your presence. I love my Lord. I love you, Jesus. I love your presence. I love your presence. I love your presence. I love you, Jesus. I love your presence. I love you, Jesus. Langar svo til þess að við dveljum á þessum stað með þeim spila aðeins. Finnið bara svolítið fyrir hvort öðru núna. Haldist í hendur, finnið fyrir hvort öðru. Vitið að systkini að við vorum sköpuð fyrir samfélag. Við vorum ekki sköpuð til þess að vera einmana, til þess að vera ein, til þess að vera föst í hlekkjum fíknar, föst í hlekkjum sársauka okkar, föst í hlekkjum fortíðar okkar. Nei, við vorum hönnuð og sköpuð til að skína. Og það er svo mikilvægt að við leyfum okkur að skína. En það er svo oft sem að við erum miklu hræddari við ljósið heldur en við myrkrið. Við hefum ekki í neinu vandræði með að standa fyrir fram að spegilinn og finna eitthvað á okkur. En við hefum rosalega erfitt með að standa fyrir fram að spegilinn og segja eitthvað fallegt við okkur. Og jafnvel oft í kirkjunni þá tölum við það sem hroka. Og plöntum skömm í börn Guðs. Þess eru sömu skömm sem að óvinnurinn nota síðan til að skilgreina okkur, til að halda okkur inn í vítahringnum sem kvelur okkur. Og það er svo oft sem að við klepjumst af þessum lygum og við leggjumst undir skömmina. Og við leggjumst undir þessa skömm og við leyfum henni að skilgreina okkur og það er akkurat út af henni. Það er akkurat út af henni sem við erum föst. Að það er skömmin sem heldur okkur föstum. Ég er með góða fréttir fyrir ykkur í kvöld. Áttu ykkur að mynda af Jesú, getur þú sett ykkur að mynda af Jesú þarna fyrir aftan okkur? Í Rómarbréfinu 7, ekki fara úr þessari stöðu, mér langar svo að við séum aðeins í smá nánd. Af því að það er svo mikið lækning í nándinni. Það er svo mikið lækning í einingunni, það er svo mikið lækning í því að elska sjálfan sig eins og náungan. En af hverju þurfum við að byrja á að elska okkur sjálf til þess að geta elskað aðra? Af því annars lendum við í hlaupahjólunum sem að ég lendi í svo mörg ár. Það sem ég var stöðugt að reyna að elska ykkur en kunni ekki að elska mig. Það sem ég var stöðugt að reyna einhvern veginn að laga allan heiminn. En gleymdu að elska litla mig. Gleymdu að taka utan litla Baldur og segja honum, sýna honum hjartans meðaumkun, sýna honum kærleika, sýna honum sömu miskunn og ég sýni ykkur. Af því að það er svo oft sem að við eigum auðveldara flest með að sýna öðrum miskunn. En svo leið að við gerum mistök. Við halda áfram að spila. Svo leið að við gerum mistök. Eða leið og eitthvað slæmt gerist, þá fyrir við að leita ykkur sem við gerum rangt. En ég hef með skilaboð fyrir því í kvöld að það rignir á réttláta og rangláta. Það að rigni á þig, það þýðir ekki að þú hefur gert eitthvað af þér. Það rignir á réttláta og rangláta og einhver sagði, einhverjir áttu erfitt ár, einhver sem áttu erfitt ár.
Maður sjá. Maður gefa ykkur eitt. Ef þetta var erfitt ár, þakkið Guði fyrir það. Þakkið Guði fyrir það og spurja hann hvað það sem að koma á yfirborðið þegar lífið verður erfitt. Að það svo oft sem að við höldum að þetta sé óvinnurinn eða einhver annar sem eitthvað. Við kennum djöflunum allt og mikið, sjáðu. Við kennum honum jafnvel okkar viðbragð. Það, sko, djöfullinn hefur ekkert með þitt viðbragð að gera. Það eina sem hann getur gert að ljúga að þér hver þú ert í gegnum viðbragðið þitt. Það eina sem hann getur gert að taka viðbragðið þitt og segja, sjáðu hvað áttu ömurlegur. Sjáðu hvað, þú ert nú meiri ræfillinn, þú ert nú meiri auminginn. Þú verður aldrei nógu góð. Þú verður aldrei nógu góður. Sjáðu hvernig þessi horfði á þig. Vá, það er ekki að vera með. Og við höfnum okkur sjálf. Og ég, 15 árum seinna, ennþá á vegferð. Leyfa Jesú að hjálpa mér að elska mig. Því ef ég get ekki elska mig, þá mun ég gefast upp. Þá mun ég sitja fastur í afleiðingu syndar fortíðar minnar. En Jesús, hann sagði, ég búinn að deyja. Það engin afleiðing. Segðu bara já takk. Segðu bara já takk við mig. Segðu bara já takk við mig, leyfðu mér að elska þig. Og skoðum svo ávextina lífinu þegar við erum búin að gera það. Af því að allt og oft hef ég séð fólk detta, mistiga sig, falla. Ég veit ekki hvað vil ég kalla þetta, kirkjan kallar hérna backsliding, hvað það á íslensku? Hann í fráfalli. Hann í fráfalli. Já, hann fallinn úr náðinni þessi. Fallinn úr náðinni. Hvaða guðfræði það eiginlega? Má ég spyrja ykkur, hvað guðfræði það að ég falli úr náðinni? Það einmitt þegar ég fell, sem ég fell inn í náðina hans. Það einmitt þegar ég misti mig, sem að hann grípur mig. Það einmitt þegar ég ekki nógu góður, sem að hann betri. Það einmitt þegar ég ekki nóg, þegar hann nóg. Næst þegar ofnurinn segir, þú ert ekki nóg, ég veit það. Ég þarf ekki að vera nóg því að hann nóg fyrir mig. Leyfðu honum að elska þig. Leyfðu honum að elska þig. Hið góða sem ég vil gera, ger ég ekki. En hið vonda sem ég vil ekki, það ger ég. Hvað fáið þetta? Nei, er þetta Páll? Ha? Þetta er Páll postuli. Heilagi maðurinn. Við horfum oft á mennina sem voru í Biblíunni og ímyndum okkur einhvern veginn að þeir voru eitthvað heilagir. Þeir voru bara fólk eins og við. En þeir áttu einhvern sem var heilagur. Þeir áttu Jesú Krist í hjarta sér og þeir áttu heilagan anda sem þeim var gefinn. Þennan sama anda og þú getur átt í dag. Og Jesús að bjóða þér á vegferð hjartans árið 25. Að leyfa honum að lækna það sem brotið. Að leyfa honum að hjálpa þér að beina meðöngunni inn á við. Að sýna þér miskunn. Hvernig væri lífið þitt ef þú myndir alltaf sýna þér miskunn? Hvernig væri lífið þitt ef að þú væri eins miskunnsam við þig og við börnin þín? Eitthvað sem á börnina. Eru þið miskunnsam við þau? Að sparki í þau gera mistök. Segja þú ert rekinn að heiman og við búin að koma seint heim tvisvar og dast í það, þú ert rekinn að heiman. Þá erum við allan með mjög hart hjarta. En þannig minn Guð ekki. Af því að akkurat þegar ég misti mig, þá hann handa til að leiðrétta mig. Ekki í einhverju hörku að sparki mig, að fótbrjóta mig. Nei, bara elska mig. Og segja, Baldur, þú ert betra en þetta. Beindu kærleikanum inn á þig. Inn á þér. En ef ég geri það sem ég vil ekki, ef ég geri það sem ég vil ekki, þá ég ekki lengur ég sjálfur. Segðu það, ég ekki lengur ég sjálfur. Þannig að þegar þú gerir eitthvað sem þú vilt ekki, þá ekki lengur þú sjálfur. Þá einhver annar, þá ertu skugginn af einhverju. Og við getum alveg farið dýpra og við getum sagt að þú ert bergmálið af sársaukanum í lífið þínu.
Og það svo oft sem að við erum að refsa okkur fyrir bergmálið af sársaukanum sem að, sko, heilin okkar, hann svo fullkominn og hann bara, hann hannar á þann veg að Jesus getur læknað okkur. Hann hannar á þann veg að við þurfum ekki að bera og hann líka hannar til að láta okkur lifa af. Og einhver segir, einhvern sem var eitthvað vondur. Ok, en varstu vondur eða vond? Eða varstu bara að lifa af í heiminum sem stóðst í? Varstu vondur eða varstu bara að lifa af? Var þetta þín aðferð til að lifa af í þeim sársauka, þeim aðstæðum sem að þú baðst ekki um? Kannski fæddustu í vitlausu húsi, vitlausu póstnúmeri, á vitlausu stað með vitlausa foreldra. Kannski baðst þú ekkert um hennar sársauka. Ég baði ekki að vera misnotað kynferðislega. Ég baði ekki að horfa upp á allt ofbeldi sem ég þurfti að horfa upp á. En ég lærði að lifa með því og formaði með mér karakter til að lifa af inn í því ástandi. Sjáið systkini, hættið þið að refsa ykkur fyrir fortíðina. Af því að fortíðin er fortíðin og er karakterinn sem hún bjóst til að lifa af í myrkrinu sem hún settur í og valdir síðan að lifa í. Með setjast þegar viljið. Sjáu systkini, þið, það slæma í líf ykkar er bergmál af fortíð ykkar. Eru þið ekki orðin þreytt á að lifa í því bergmáli? Halló? Er það ekki? Er það ekki? Tveir sem eru þreyttir á því. Eru þið ekki orðin þreytt á því að finna fyrir kvíða, ótta, þunglyndi, þyngslum, að vera ekki nógu góður, að líða einhvern veginn að verði betra seinna? Eru þið ekki orðin þreytt á því? Beinið þá kærleikanum hérna inn. Hættið að álása ykkur fyrir fortíðin ykkar. Þetta er bara fortíðin. Sem maður er dauður, steindauður, og það er þú sem lifir í honum. Og hugsaði, sko, þegar þú ert að reyna að minna Jesú á syndirnar þínar á maður ekki einu sinni. Spáði því. Ég vildi ég væri það góð pabbi maður. Æ, sorry pabbi, ég gerði þetta aftur. Aftur? Þú búin að gera þetta áður? Hvað er það? Búin að glemma þig. Hvernig ætla honum myndi það að líða syni mín? Myndi það að setja skömm í hann? Nei, þegar það er gæska Guðs. Ekki orð predikarans. Ekki faðmur pastorsins. Heldur það er gæska Guðs. Segðu þetta, gæska Guðs. Sem leiðir okkur til iðrunar, sem að leiðir okkur til þess að vilja lifa betra lífi, sem að leiðir okkur að því að vilja gefa honum allt. Það er gæska hans, það er elska hans, það er kærleikurinn hans til mín. Að þar sem ég skil hvað fagnaðarerindið er. Þannig að ég framkvæmdi ekki sjálfur, heldur syndin sem í mér býr. Skugginn sem í mér er, myrkrið sem í mér er, fortíðin mín sem er í mér. Af því að sært fólk særir fólk. Og þegar við lendum í sársauka, þá búum við til aðferð til að lifa af í sársaukanum. Og stundum, sem ég er búin að vera að fara gegnum minningu í mínu lífi, þar sem að ég er alveg handviss að mér hafi verið nauðgað. En ég maður samt ekki. Þegar Guð leyfði mér að fara bara út úr líkamanum sem barn á meðan þetta hræðilega var að gerast og þannig hefur hann byggt okkur upp. Sjáu þið. En út af þessari skömm sem kom inn í líf mitt þarna, þá fór ég að hlaupa og drífa mig eitthvað. Alltaf að drífa mig eitthvað. Ég held alltaf að ég væri svo, hraður og var alltaf að drífa mig eitthvað. En ég var bara að flýja sjálf á mig. Ég var bara að flýja sársauka minn. Og Jesús er hérna í kvöld til að segja við þig, leyfðu mér að elska þig. Leyfðu mér að elska þig. Leyfðu mér að skilgreina þig. Leyfðu mínu hjarta
að slá með þínu hjarta. Leyfðu mér að vera pabbi þinn. Þú átti kannski ekki góðan faðir, en ég veit að hann góður faðir. Þannig reynist mér það sem regla að þótt ég vilji gera þig góða, hið illa mér tamast. Í hjarta mínu hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað í lögmáli limum mínum og það stríðir gegn lögmáli hugar míns og hertekur mig undir lögmál syndarinnar í limum mínum. Og mín reynsla sú, og þegar ég læri að beina þessu inn á við, þegar ég læri að beina kærleikanum hans, þú veist, já, hjartans meðönkunni, friðnum hans inn á við, þá er ég heill. En ég get týnst þegar ég alltaf að beina honum út á við. Ef ég alltaf bara að gefa af mér, en ég leyfi ekki Guð að gefa mér, en ég leyfi ekki mér að elska mig. Því Jesús sagði, hvað er mesta boðorðið? Að elska skaltu drottinn Guð þinn af öllu hjarta, allri sál, öllu mæti. Og annað er þessu líkt, að elska skaltu náungan eins og sjálfa þig. Og við erum ekki að tala sjálfselsku hérna. Við erum að tala kærleika til okkar sjálfa. Og hvernig mælum það, hvernig við hugsum til okkar sjálfa. Hvað gerist ef við mistíðum okkur? Ef við erum eins og lítil börn, dýrmætt einstöku og elskuverð, þá bara stöndum við upp og hlægjum aðeins og heldum áfram. Við önsum þessu musiki, eins og eitthvað sagði. Við bara önsum þessu musiki. Við bara stöndum upp, dustum á okkur ríkið og heldum áfram. Og við lærum. Alveg svo litlu börnin læra, þú veist, það er að, hafið séð lítið börn vera að labba kannski fyrsta skipti upp svona brekku. Og þau eru svo óstöðu, hafið séð það? Svo dettaði á bossan, svo standaði upp og svo þau eru bara að labba þrísar brekkuna og geta að labba upp hana. Og það er sama með okkur að við þurfum að leyfa okkur þegar við föllum að standa upp. Ekki bara fara all inn í einhverja skömm að þú gerir ein mistök eða að því einhver einn hafnaði þér eða því að þú fékkst ekki það sem þú vildir. Var það sem þú þurftir? Ég held ekki. Að því oft höldum við að við þurfum eitthvað sem við þurfum alls ekki. Og oft höldum við sem tilbúin fyrir eitthvað sem við erum alls ekki. Og við heimtum að fá frá Guð og jafnvel fúl ef við sáum einhver annar færa það. En það er bara einmitt merkjum og setja ekki tilbúin að halda því. Ef við getum ekki samglaðast náunganum yfir því fallega sem hann fær eða gjöfunum sem hann fær frá Guði eða það sem er að gerast í hans lífi, þá eigum við það ekki skilið sjálf. Við getum ekki haldið á því, sko. Hvernig við getum haldið á því, við getum ekki samglast. Sískin næstina vildi ég svo mikið að við myndum tengjast inn í byrjun og halda utan hvort annan. Veit ég að ég sé bara svona að þegar ég sá okkur hérna haldast í hendur og þið voru hérna saman, þá sá ég bara svona ljós. Þú veist, 1 ljós, 2 ljós, 3 ljós, 4 ljós, 5 ljós. Það var allt bjart. Og það er einingin. Það er einingin sem að djöfullinn hatar. Af hverju hatar hann hana? Af því í henni er allt mögulegt. Í henni er heilbrigðið. Í henni þá getum við treyst hvort öðru. Í henni getum við elska hvort annað. Langar svo að bjóða þær að loka augunum. Og sjáðu Jesú, getur hort á þessa mynd fyrir aftan mig. Og svo getur þú loka augunum og sé Jesú eins og á þessari mynd, en sjá hann bara horfa í augun á þér. Og leiðu honum að allir að sjá hann í huganum. Rétti bendi út að sjá hann í huganum. Og sjá, já, geggja maður. Spurðu hann, hvað finnst þér mig, Jesús? Uppátt, hvað finnst þér mig, Jesús? Hvað sagði hann? Verðu best, geggja maður. Hvað meira? Elskuð. Vá, hverju tala ekki meira af hann? Fleiri? Dýrmætt. Vá.
Faðir minn, ég bara biði núna að blessa hann, fylltu hjarta hans, opnaði eyrun hans og alla þá smörningu sem þú gefur mér, Guði, ég heyri þér, yfirfæru á hann núna. Spurðu aftur núna, Jesús, segja mér, hvað finnst þér mig? Hvað finnst þér núna? En þá tali. Síðan þið trúa þessu ykkur? Hvað langt síðan þið lefðuð þessum sannleika ríki líf ykkar? Vist, ég elsku verður. Vá, hvað finnst ykkur það? Ég verður að vera elskaður. Ég dýrmætur, ég einstakur. Ekkert dýrmætur en einhver annar, ekkert einstakar en einhver annar. Sjáðu þið, þú veist, Jesús, þegar hann skapaði okkur og gaf okkur öllum sérstakt fingrafar. Það var ekki til að grípa glæpamenn, ég get lofað ykkur því. Það er við sem að nota þetta til þess. Hann gaf okkur líka öllum alveg einstakt auga. Þess vegna getur maður ekki svindlað sér inn í vörklass. Á augan einhvers annars, nema að vera með það. Af því hann alltaf að minna okkur á hvað við erum einstök. Hann alltaf að minna þig á hvað einstakur eða einstök og hversu mikið hann elskar þig. Hversu mikið hann þráir hjarta þitt. Svo situm við ég er ekki nóg góður og ég er ekki nóg mikið þetta og ég er ekki nóg mikið hitt og hann stendur hann að vera fram með mig gegnum stungnar hendurnar og segir ég elska þig. Hættu að hlusta á lygarann. Leyfðu mér að elska sársaukann þinn í burtu svo hættir að haga þér eftir því sem lygarinn segir við þig. Af því hann faðir lyginnar, alveg svo Jesús faðir sannleikans. Þið fengu að heyra sannleika núna frá honum og hann var að segja eitthvað fallegt við ykkur en hinn faðir lyginnar. Og alveg sama hvað flottur, ef þú hlustar of mikið á hann, þá fer að trúa honum. Og þú festist í óverðuleikanum, í hringekjunni þar, aldrei nóg. Og svo þú búin að laga það sem var ekki nóg og finnur bara eitthvað annað sem ekki nóg. Fólk kannski búið að fara í 100 líta aðgerða og það aldrei nóg. Enda afmyndu í framann. Fyrirgefið. Hafið ekki séð þetta? Að þau eru að leitast eftir að laga eitthvað utan á sér sem þarf að laga inni. Við getum ekki að laga eitthvað hér. Og ég bara frábært, fólk vil líta vel út, ekki heyra það sem ég ekki að segja. Við getum aldrei lagað það sem inni í okkur með að gera eitthvað utan á okkur. Alveg sama hvað fituprósent það verður. Þú verður að læra að elska þig alla eða allan. Með kostum og göllum. Slæmu partana. Er þetta slæmu partar eða er þetta bara skuggi syndarinnar? Er þetta bara sársaukinn? Hvernig hefur lífið þitt verið ef þú aldrei upplifað sársauka? Hefur þú meitt eitthvað? Nei, sennilega ekki. Systkini, gefum okkur það að árið 25 verði árið þar sem við leyfum okkur að fara inn og leyfum okkur að læra að elska okkur. Hætti að Vitið hvernig maður finnur best að maður er að vinna með sjálfan sig? Maður hættir að spá í öðrum og dæma aðra. Ef þú stöðugt að hugsa aðra og dæma aðra, þá er það að því þú ert að dæma eitthvað inn í þér, ekki öðrum. Þú ert ekki að tala um aðra eða þú ert að tala um þig. Það er eitt amen í salnum. Er það ekki sammála? Og leið og við förum að skoða okkur, þá höfum við ekki tíma til að vera að skoða aðra. Þú veist, ekki vera að skoða flísin í auga bróðins, taktu spýtu lungin úr auganu þínu, blindur á báðum og sér ekki neitt. Flísarinn í eyrunum og allt saman. Og eina sem þú heyrir er rugli í sjálfu þér út að dæma aðra. Búin að vera þar, bara sekur, sko. Leyfðu Jesú að elska þig. Gefðu honum það á þessu ári að fá að elska þig til lífs. Ekki aðra, þig. Beindu friðinum inn á við.
Biblían eru tvær sögur í Biblíunni. Það annars vegar friður eða shalom og hins vegar empire. Það svona hrokabyggingar. Við viljum fá konung, sögðu Ísraelsmenn. Svo réður ekkert við að hafa konung. Hvernig að því Jesú liðið það að þið vildu fá konung? Það byrju, ég ekki konungurinn ykkar? Ok, vil ég fá eitthvað mann? Ekkert mál, þar byrjar sorgarsaga Ísraels. Þeir vildu byggja empire en ekki shalom. Við þurfum að byggja shalom en ekki empire. Empire er út frá mér. Hrokinn minn, ég, einhvern veginn, láta þetta snúast mig. En shalom er hans friður, hans lækning sem kemur hérna inn og dvelur hér. Og þegar hún dvelur hér, þá getur ekki stoppað ávöxtinn sem að kemur í kringu þig. En þú ert alltaf að reyna að búið til ávöxt í kringu þig, en gleymi þér, þá þarna reyna. Treysti mér, ég veit það, ég er búin að prófa það, gera það, lifa það. Það köp mér svona ból. Því ég er búin að gera öll þessi mistök. Ég er ekki hver heilagur maður, en ég er maður sem á heilagan Guð. Og ég er maður sem þorir að horfast í augu sjálfa mig. Og það er ótrúlega erfitt, sko. Það er miklu auðveldara heldur en að lifa með skugganum af því sem ég þori ekki að horfast í augu við. Gjörðu svo vel, bróðir. Góða kvöldið. Þið sem hafa ekki séð mig áður, ég veit ekki hver ég heiti Þráinn Skúlason og ætla að tala við ykkur í smá stund. Ég vona að ég verði ekki mjög lengi. Get ég fengið smá ljós í salin? Ég sé engan, ég held allir séu farnir. Veistu það sem Baldur var að tala að Biblían segir, það sem er eining, í Sálmi 133, það sem er eining, þar hefur Guð fyrirskipað blessun. Hann hefur ekki lofað blessun, hann hefur ekki talað að það verði kannski blessun, hann hefur gefið skipun, það verður blessun. Og þetta er Guð almáttugur sem skapaði himinn og jörð sem segir þetta, ef það er eining, þá hefur hann fyrirskipað blessun. Og Biblían segir líka það sem Baldur var að tala í sambandi við, að þeir sem eru í Kristi, það er ekki til fyrirdæming fyrir þá. Ef að þú ert í Kristi, þetta er skilyrt, ef að þú ert í Kristi, þá er ekki til fyrirdæming fyrir þig. Þetta segir Biblían. Ég held að ég sé að tala við rétt manneski. Við vorum inn í bænaherbyggjaðan, er það ekki? Veistu það, Guð er að fara að reisa þig upp að nýju. Það er eins og sért búin að vera svona pínlítið svefn þegar ég veit ekki hvernig ég orða það, Það er svona að við legið svolítið í dvalin, Guð er að reisa þig upp aftur. Ég sá Guð vera að reisa þig upp aftur inn í þá þjónustu sem hann er kallað í. Og það sem að áður hefur virkað fyrir þig kannski eins og að þessi ekki að ganga upp, að núna, 25, þá voru að opnast nýja dyr fyrir þitt líf. Og ég sá bjöllu úr gulli hringja fyrir ofan höfuð á þig þegar ég var að horfa á þig og spyrja Guð um þig. Þannig ég blessa þig samt og stigðu inn í það sem Guð hefur fyrir þig. Á köllun. Þú ert kölluð til að þjóna, þú veist það. Ég sé ekki neitt. Nei, hún er sennilega farin, kona sem ég var að. En veistu það, að orðið sem ég var að tala segir þetta, en hvað er orð Guðs? Við vitum alltaf að Biblían er orð Guðs, en ég vil frekar spyrja, hver er orð Guðs? Hvað segir Biblían um það?
Í Jóhannesar Guðspjalli, í 1. kaflanum, þar stendur sem við þekkjum mörg okkar, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Orðið var Guð. Og áfram segir í sama kafla, í versi 14, og orðið varð hold, hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Hver er þetta? Þetta er Jesús. Þannig að samkvæmt þessu, þá er Jesús orð Guðs. Er ekki? Og ef ég efast það, að þetta sé rétt, sem Biblían segja, þá getum við skoðað líka í Opinberarbókinni, kapla 19, gefið mér smá náð, ég kem að the bottom line, eins og að segja, fyrir rest. En í Opinberarbókinni, í kapla 19, versi 12-13, þar segir, við erum að tala um Jesú Krist. Augu hans voru sem eldslogi og höfði hans voru mörg enni stjást og hann bar nafn ritað sem enginn þekki nema hann sjálfur. Hann var skrýddur skikkju, blóði drifinni og nafn hans er orðið Guðs. Þarna sér Jóhannes, þegar hann færði þessu opinberun sem er í raun og opinbera bókin, þarna sér hann Jesús koma á hesti í skikkju sem er blóði drifin vegna þess að Jesús úthelti sínu blóði á krossinu fyrir þig og fyrir mig. Og það skrifað á skikkjuna orðið Guðs. Þannig að ekki bara Jóhannesar Guðspjalli og fleiri stöðum í Biblíunni sem að Biblían segir okkur að Jesús Kristur er orð Guðs. Hann er Biblían. Biblían er Jesú Kristur. Ef þú vilt læra að þekka Jesú Krist, ef þú vilt kynnast honum, lestu orðið, lestu Biblíuna. Því að það segir síðan í Hebreabréfinu, 4. kafla, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamót og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Og hér er orðinu, eða orðið Guðs, líkt við tvíeggja sverð. Það er að segja sverð sem er beitt báðum megin. Þannig að orð Guðs, sem er Jesús, er eins og sverð. Er það að skilja það síðan að segja? Er það að fylgja mér? Ok, gott. Síðan segir áfram í Opinberarbókinni, á að vera að tala um óvininn, djöfulinn. Þeim báðum var kastað lifandi eldstíki sem logar af brennisteini og hinir voru drepnir með sverðinu sem gekk út af munni þess sem á hestinum satt. Það er að segja, hinir óvinnir voru drepnir með sverðinu sem gekk út af munninum. Munni þess sem á hestinum satt, sem gekk út af munni Jesú Krists. Hver mörg okkar standi ekki frammi fyrir óvinnunum í lífinu þegar hann er að reyna að gera okkur grikk, þegar djöfullinn kemur gegn okkur í einni annari mynd og oft sjáum við það, gerum okkur ekki grein fyrir því. Hvernig tekur Jesús á því? Með sverðinu sem gengur út af munni hans, sem er orð Guðs. Þannig hann talar út orð Guðs inn í kringumstæðurnar. Hann talar út orð Guðs eins og við sjáum líka seinna eða reyndar áður, í Mattheusar Guðspjalli þegar að djöfullinn reyna að freista Jesú í eyðimörkinni. Segir þannig að svangur breytti þessu steinum í brauð. Og auðvitað var hann svangur, maður. Og Jesús svarar beint með Biblíunni. Ritað er ekki lifi maður einu sama brauði heldur hverju orðið því sem gengur fram að Guðs munni. Jesús verður ekki að þvarga við hann. Svara bara með ritningunni beint út. Búm. Með sverðinu. Sama þegar óvinnur reynir að sama andartækinn í raun og veru reynir að rugla hann aðeins sem að þetta er ekki hægt. Hann segir þannig, ef þú ert svona Guðs, hoppaðu hérna fram af. Stendur ekki í Biblíunni að hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér og þú steytir ekki fót þínu við steini. Þarna kemur óvinnurinn inn að reyna að komast inn í hugan að segja, segir ekki Biblían þetta, reyna að gera lítið úr orði Guðs til að reyna að fá hann til að svara sér ekki með orðinu. Og
Jesús segir, þú skalt ekki freista drottins, aftur er ritað, þú skalt ekki freista drottins Guð þíns. Þarna sjáum við hvernig Jesús notar orðið til að svara, og það er í raun og veru helsta baráttan sem við eigum í lífinu, öll, alveg sama hvaðan við erum að koma, hvort sem við erum að koma úr fíkni eða ekki, úr hvað umhverfi sem við erum að koma, mesta baráttan er í hausnum á okkur. Þar er aðal baráttan, í huganum, eins og Baldur var að tala um áðan, meðal annars. Og þá sjáum við hvað við höfum í höndunum. Við höfum orð Guðs til að tala inn í kringumstæðurnar í huganum okkar, tala út orð Guðs inn í kringumstæðurnar. Þessna vil ég hvetja okkur öll núna á þessu ári sem er að hefjast, 25. Lesum orðið, lesum Biblíuna, fyllum okkur af orði Guðs og tölum út orð Guðs inn í kringumstæður okkar. Ekki koma bara á samkomu og sem er, konto á samkomu, ekki miskilja mig, en ekki koma bara á samkomu. Biblían segir í sama kafla, í Jóhannesar Guðspjalli, 1. kafla, öllum sem tóku við honum gaf mér rétt á að vera Guðs börn. Ég get farið á samkomu alla mín ævi en aldrei tekið við honum. Ég get sagt ykkur á bæn en ekki tekið við honum. Ef ég vill vera Guðs barn, þá þarf ég að eiga persónulegt samfélag við Jesú Krist. Það kennir Biblían okkur. Þannig ég vil hvetja okkur öll núna á þessu ári sem er að koma, sem við fer að byrja. Kynnum okkur orð Guðs, lesið orð Guðs, drekkið í ykkur orð Guðs, því að það er lifandi. Þetta er ekki bara eitthvað bók. Þetta er mest selda bók í heimi. Þetta er mest selda bók í heimi en þetta í dag. Og hvað segir þegar ég stend fram við þeirri vandamálum í lífinu sem að við flest öll gerum einhvern tímann á lífsleiðinni og eigum sjálfsagt mörg eftir að gera árinu 25 sem er að koma, sem er gott ár, en við flest okkar gangi gegnum einhver erfiðleika upp og niður, það er bara svo lífið er. Og hvað segir orð Guðs okkur að gera? Það segir í Sálmi 121 sem ég myndi hvetja þetta að lesa þegar þú kemur heim líka aftur. Ég ætla að lesa það fyrir okkur núna, hann er stuttur. Ég hef augumynd í fjallana, hvaðan kemur mér hjálpin? Augljóslegi vandamálum sem segir þetta, sem er Davíð konungur. Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Guð sefur aldrei. Hann sefur aldrei, hann blundar aldrei. Veistu það, andinn í þér, ég ætla að klára sálminn. Drottinn skýli þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein, ég heldur tungluðum nætur. Drottinn mun venda þig fyrir öllu illu. Hann mun venda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Hver vill þetta gefa sitt líf? Hver vill þetta gefa sitt líf? Og ef þér finnst erfitt að lesa Guðs orð sem að mörgum okkur finnst á köflum, vitið það þegar ég frelsaðist og fór að byrja að lesa Biblíuna, ég hélt þetta væri bara skrifað fyrir dópist, það er bara ruglukolla. Fólk sem væri bara út úr stóndið eitthvað, sko, þegar ég skildi ekki orð. Ekki orð, sko. En ég hélt samt áfram að lesa. Af því að Biblían segir, maður getur ekki skilið Guðs orð nema af heilugum anda. Og eftir sem ég þrýsti mig meira honum, þeim mun meira fellur hreistri á augunum á mér, andlega talað, og ég skil. Þannig þrýstum okkur að honum, þrýstum okkur að Guði, og ég trúi því að þetta ár sem er að byrja 25, það verið gott ár í þeim skilningi. Guð er að kalla á heilaleika. Guð er heilagur og hann er að kalla á heilaleika á meðal sinna
síns líðs. Það þýðir ekki að lifa í vanheilugu lífi og ætlast til þess að ég geti nálgast Guð. Því hann er heilagur. Hann er heilagur. Og þess vegna trúi ég því líka við munum sjá á árinu 25, eins og við höfum séð svolítið á árinu 24, að Guð er að hreinsa til í sínu húsi. Guð er að opinbera þar sem er subbulegheit undir niðri, hann er að koma með upp á yfirborðið. Við höfum séð það 24 og 23 líka. Þetta mun halda áfram árinu 25. Við munum sjá meira af þessu. En ég vil hvetja okkur enn og aftur, okkur öll, þrýstum okkur að Guði í gegnum hans orð. Og eins og ég sagði áðan, öllum þeim sem tóku við honum gaf mér rétt á að vera Guðs börn. Ef það er einhver hérna inni sem hefur ekki tekið við honum, sem hefur ekki gefið Guði sitt líf en vill gera það, þá langar mig að bjóða þær að koma hérna fram og við byggjum með þér. Ef það er einhver sem hefur ekki gefið hjarta sitt Jesú Kristi, þá er tækifæri núna í kvöld að gera það og við munum biðja fyrir þér. Náttúrulega frábært að við erum öll frelsuð, sko. Það er alveg að besta öllu. En mér langar að bjóða ykkur samt sem áður upp til fyrirbæna ef það er eitthvað í þínu lífi sem að þú vilt fá fyrirbæn fyrir. Það eru hérna fyrirbyrjendur sem biðja fyrir þér og það er líka það er að koma tímabili í lífum einhverju ykkar þar sem Guð er að byggja upp og endurreisa hjónabandið þitt. Það sem að sundrung á heimilinu mun hætta. Friður Guðs mun koma inn. Begið ykkur undir hans voldugu hönd og hans vilja. Því svo Biblían segir líka, eyra Guðs er ekki svo þykkt hann heyri ekki. Ef þú hefur upplifað það að þér finnst þess að Guð heyri ekki í þér, þá er það rangt. Guð heyrir alltaf. Bara stundu tekur svolítið tíma að fá svarið. Og eins og ég sagði áðan, að andi okkar sefur aldrei. Eins og sálmurinn segir að Guð sefur ekki og er ekki þreyttur. Á sama hátt sefur andi þinn aldrei. Við erum sköpuð í hans mynd, andi, sál og líkami, og andin okkar sefur aldrei. Ég get sagt þið smá, kannski ykkur ykkar hafi heyrt mig segja þessa sögu áður. Bara sem dæmi það að ég var einu sinni á Tælandi að þjóna, kom í heimakirkju, ekki heimakirkjur þar, kannski 20-30 manns, og þar var maður sem var, hann er greinilega lent annarkvort fengið blóðtapp eða lent í ykkur alvarlegu slysi eitthvað svoleiðis og hann var að horfa alveg rosalega mikið á mig. Mér fannst það rosalega skrítið og mér fannst það óþægilegt. Einhver maður að stara alltaf á mig, ég fór að gá hvort ég var með buxnaklaufann að opna eða eitthvað. Það var eitthvað ekki í lagi að mér fannst. Svo ég fór að spyrja fólki, af hverju er þessi maður að horfa svona mikið á mig? Hvað? Og þá sögðu mér, hann hefur lent í slysi, hann lent í bílslysi, hann var vörubílstjóri og lá í dái í 5 ár. Það er mjög sjaldgæft, en það getur samt gerst. Hann var búddisti og hann sagði að þegar hann lá í dáinu, þá kom til hans maður og hélt á Biblíu en hann var í dáinu og rétti hendina svona út með Biblíun og sagði við hann, trúðu á þetta og þú munt lifa. Og hann sagði já og vaknaði. Og svo benti hann á mig og sagði, þetta er maðurinn sem kom til mín í dáinu. Og benti á mig. Ég hafði ekki hugmynd um það. En það sýnir mér, eins og Biblían kennir okkur, að andi okkar sefur aldrei. Líkaminn sefur, sálinn hvílist, en andinn sefur aldrei. Og Guð getur notað þig hvernig sem honum þóknast að nota þig. Það er ekki að ég sé eitthvað merkilega en aðri eitthvað svo, bara Guð kýs að nota okkur ef við erum viljug. Þannig að, ef einhver vill fyrirbæn, gjörðu svo vel. Biðja fólki sem er í fyrirbæni þjónustunni að koma fram eða gjörðu svo vel.